Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að halda áfram með jólasveinasögunar af Votaflóni. Þetta er nýjasti jólasveinin sem kemur frá Tyrklandi. Það fréttist að hann hefði orðið eftir í Vestmannaeyjum og er nú að koma til byggða. Það er hann Votaflón jólasveinin okkar. Hann hefur gert svolítinn usla á Íslandi núna. Hann er til tómra vandræða. Og það virðast margir trúa á jólasveinin. Það er nú svona almenna reglan er svo að fólk þegar það kemur til vits og ára þá hættir það að trúa á jólasveinin. En það virðist vera að stór hópur fólks á Íslandi trúi hreinlega ennþá á blessaðan jólasveinin. Sem er náttúrulega ekki gott. Það er almennt séð ekki talið þroska merki að fólk trúi á jólasveinin á fullorðins árum. En kíkjum aðeins hérna á fréttir dagsins, viðskiptablaðið í dag. Þar er á forsíðu gengi brefa í Vodafone hríðfellur. Og það telja að hafi verið hluti af markmiðum þeirra aðeila sem standa að þessu. Og heyrt sögur, heyrt að það standi til að yfirtaka Vodafone og þá er náttúrulega mjög hentugt að hlutabréf hríðfalli og svo sjáum við Problem Reaction Solution ángan af þessu að hérna eru þingmenn og ráðherrar mættir strax upp á dekk, krefst skýringa, mikilvægt að viðurkenna mistök og nú á að fara að taka alveg hörðum tökum á öllum svona internetmálum. Og sem er væntanlega bara mjög gott, eða hvað. Og og þá er þetta orðin spurning og sem ég segi, gengi hlutabréfanna. En mér gengur illa að finna upplýsingar Vodafone, þetta er eiginlega eina sem ég fann Vodafone. Og það er náttúrulega jafnvel hafi verið að þessi jólasveinn tyrkneski jólasveinn hafi þurrkað út alls konar gögn sem að væri gagnlegt að nálgast á internetinu núna. Og en við sjáum að þetta kemur frá tal Íslandssíma og Línu net, við munum nú hvaða pólitík var í Línu net, þannig að pólitísku tengingarna mínar eru ennþá í fullu gildi. Þótt að ég hafi ekki alveg hitt á réttu mannanöfnin, þá held ég sé að hitta á rétta hópin. Það er mín kenning. En það er semst gengið eftir að hlutabréfinu hrunin, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins er að tapa stórum peningum. Þið munið að ég sýndi ykkur í síðasta vídeói þegar þeir fjárfestu þar fyrir formúur. Problem Reaction Solution liðið er komið á fætur, fólki sem vildi allan tíman fá alls konar lög til þess að hamla internetið. Ekki láta ykkur þetta í huga, þetta sem þetta fólk ætlar að fara að gera við internetið sé ykkur góðgerastarfsemi. Það er langt í frá. Þetta mun hafa slæm áhrif á netfrelsi. Og þetta er klassísk problem reaction solution aðgerð. En ég vildi líka aðeins tala almennt tölvuöryggismál. Sko, menn eru meira að segja að tala, er að bulla þetta eins og ég veit ekki hvað. Menn eru alltaf eins og þessi að það er verið að tala ykkur trúum það að Vodafone hafi mist út 30 ára gamlan fæl úr tölvukerfinu sínu. Það er verið að tala að þetta hafi verið innbrot, það hafi verið brotist inn í tölvukerfið. Ég held frekar að þetta hafi verið útbrot. Þetta sé útbrotsvandamál frekar. En það er alltaf verið að tala lykilorð og það er verið að tala að setja netsíður, það er verið að tala þetta og tala hitt. En þetta er allt saman bara á efsta leginu sem fólk er að tala. Sko, stríðið, upplýsingahleruna stríðið, það liggur hérna á flögunum í öllum búnaðinum. Og
þið sjáu bara hérna, stækkunargler hjá mér hérna núna, en þið sjáu bara eitt svona punktur hérna, þið sjáu hvað stækkunarglerið yfir, eitt svona punktur yfirdrifið nóg til þess að vera með mikrofón og rafmagnssors í 3 mánuði sem hægt að hlera og hérna, eða þessi punktur hérna bara, tökum hérna punkt hérna. Eða þið skiljið, það eitthvað svona lítið sem getur bara legið hérna á móðuborðinu, í símanuðinum, í tölvunuðinni, í ljósaperunuðinni, hvar sem og eitt svona lóðpunktur getur haft allt sem þarf til þess að hlera þig. Og þá segir ég tek bara internetkabalen úr sambandi, það dugar ekki til. Þú þarft að taka, það er að senda gögn yfir raflínur. Þannig að þessi, og síðan í öllum símstöðunum, þar ef þið kíkið þar inn, þar bara fullt af stórum pökkum með svona dóti inni. Og þeir geta líka sett hérna inn í, sjáu hérna fluguna, þetta einhver flaga frá Hong Kong. Þeir geta sett hérna inn í fluguna líka pínulítil forrit sem að hjálpa þeim að fá bakdyr og hlera og fleira slíkt. Þannig að þingmenn þegar verið að tala öll þessi tölvuöryggismál þá þetta bara sýndamennska. Þetta snýst kontról, þetta fólk vil ná kontról á internetinu af því það með svona stöðum eins og mínu til dæmis að missa heila þvóttavöldin yfir almenningi. Og hérna inn á þessum ég var með þessi á ráðstefnu með varnarmálastofnun þegar hún var og hét og hún hefur sennilega verið lögð niður eins og Hagfræðistofnun Háskólans var lögð niður því að hún var starfsmenn þar og sumir voru að gera ágætis hluti. Að þar var hann að segja að það væri bút vírusar, þá ef við segjum að þetta sé bútflagan í tölvunni þá eru mikið af forritum sem hægt að sita inn á bútsektorinn og inn á allar þessar sílikonflögur og þeir voru að tala að þeir hefðu verið að fylgjast með þessu á Íslandi og þeir hefðu séð að það kom einhver hópur inn á bútflöguna og svo sá voru að kom annar hópur inn það voru 2 hópar að bútflagast á tölvum og þeir sögðu þetta svona kallað þetta mafjur, þetta náttúrulega leyniþjónustunnar og þess vegna vildu sumir bildiborgarar á Íslandi fá leyniþjónustu að en núna felaði þetta bara í lögreglunni það verið að byggja þetta sama upp innan lögreglunar að þeir sáu 2 öfl koma inn á bútfluguna og þeim fannst þú merkilegt að þeir voru ekkert að trufla hvorn annan þeir virtust vera sáttir hvorn við annan inn á bútflugunum. Þannig að það sem verið að segja okkur í þessum Vodafone-máli þetta voðalega mikið steypa. Þetta skipulögð aðgerð og þið munu taka eftir því að tókuðu strax eftir að forstjórinn bara, nei, ég fyrir ekki að segja af mér. Taki eftir það ekki búið að handtaka neitt. Það hefur enginn verið handtekinn. Það bara verið að tala við þessa forsvarsmenn. Bara svona lögreglan að spjalla við þá. Og það náttúrulega ákveðin skýring fyrir því. Það eins og ég hef sagt áður hér í vídeum að lögreglan undir annarlegri stjórn og þessir menn fara ekki út í svona aðgerð nema þessi pólitísku stuðningur frá allir elítumafíunni fyrir þessu og að þeir séu búin að nánast tryggja það að lögreglan klúðri rannsókninni eða þessi menn lenda aldrei í fangelsi. Það skipulagt líka. Þessir guttar þarna á Vodafone myndi aldrei gera þetta nema þeir vissu að þeir kæmust upp með það. En ég held að ég sé líka búin að sýna ákveðlega það bendir allt til ákveðnra pólitískra tenginga frá þessu fyrirtæki og ég óska hér með eftir nánar upplýsingum fyrirtæki. Ég held að allt þetta var svo gagnsætt eignarhald fyrirtæki en mér hefur allavega gengið illa að finna það á netinu og auglýsi hér með eftir skoðu einhverjum gögnum og vona náttúrulega Vodafone opni sína síðu aftur og fara að gera grein fyrir því hverju þeir eru, hver á það og hver stjórnar þeim.
En ég held áfram að fylgjast með þessum sjóðheitu pönnukökum. Takk fyrir komuna og endilega munið að styrkja mig. Það spurning hvort það getið samið við ríkisstjórnina að skipta afnotagjaldinu, láta mig fá helmingin og palla hinn helmingin. Nema þið fáum náttúrulega miklu betri fréttaskýringar og betri greiningar hér hjá mér eða hvað. Takk fyrir, bless.